Helja, Mímir, Valkyrja. Hetjan alltaf lifandi í maga úlfsins. Rúnin þarna Hagall. Hagall köld rún, hagl, jökull. Úr sanskrit kajala, katndjala, daggar, drogbar, þoka, regn. Km tóm, rúm, himinn, djal, vatn. Þeir sem ekki eru læsir á menningararfin okkar, læsi hér í víðum og djúpum skilningi þess hugtaks, eru hálfgerði kálfar, bókstafstrúar þunnildi. Kippum því í lag. Helja kaffipása milli æviskeiða okkar. Hún köld og björt, tekur við okkur og frá henni förum við aftur þegar okkur sýnist svo. Urður okkar og verðandi okkar og skuld okkar sjá tímasetningarnar. Þær eru nákvæmar, enda náttúrulögmál, fatast ekki við heljartvöl okkar. Við eigum að baki milljónir æviskeiða. Við erum að fæðast til að þróast til fullkomnunar, verða einherjar. Menn deyja í fjall, menn eru horfnir ströndum, forfeður okkar siglingamenn sem fara og koma aftur siglandi heim. Í eggjum ungi, í súkkulaði eggjum nammi, í mömmumaga barn. Allt þetta hulið, en þó vitum við vel af því. Við vitum að augun sjá ekki allt sem þó og gröfin hylur eitthvað líka. Hvað inni í fræi? Hvaða upplýsingar eru í fræi? Hvað að sjá með augunum ef við opnum það? En hvað gerist ef við gróðursetjum það? Hókus pókus, það geymir upplýsingar, minni í engu sjáanlegu. Við horfum á þetta gerast. Þannig eru fræið og hnetan notuð í táknmál sem allir virðast skilja. Kroppurinn okkar gerist oft gamall eða við förum fyrir aldur fram. Alltaf jafnvel komin til heljar vinkonu, við öll. Öll sólguð skreppa til heljar og koma aftur, rísa upp aftur eins og sólin morgun hvern og eins og sólin vetrasólhvörf. Náttúrunnar jól, náttúrunnar helja og höður. Endilega ekki halda þið séu laus þegar þið farið yfir móðuna miklu. Þróunarbrautin löng. Manns fóstur sýnir þróun sem mjög svipur þróun sjávardýralífs. Það njörður við úr hafinu. Menn fæðast aftur og aftur sem menn. Lítil mannsævi allt og stutt til þróunar á nokkru gagni, en ef við lærum nú að nýsast niður, fer þetta ganga glatt. Þetta með að við höfum eina ævi tímapressutæki guðveldis, ekki trúa svoleiðis. Ekki vera svo vitlaus að halda að lítil mannsævi dugi. Þróunin gengur aldrei aftur á bak, einu sinni maður, eftir það alltaf maður. Maðurinn alltaf á leið í Valhöll. Njanavan, svartaherma, svapahafa. Háþróaðu sleipnir mannana, okkar dýri hæfileiki, hinn skjótasti faraskjóti á þeirri brautu sem til Valhallar liggur. Þegar sleipnir þjáll og þjálfaður í að skjótast milli Miðgarðs og Ásgarðs. Maður hnýsist niður, glaðvakandi og sprelllifandi, fjórða vitundasti manns, dhyana, dvínun, meðvitaður hugurinn nær uppruna hugsunar og víkkar hér út í eilífð og maður sem það iðkar flýgur áfram í þróuninni sinni. Uppljómaður maður einherji í samadhi. Uppljómaður maður fer ekki neitt þegar hann deyr úr kroppnum sínum, maha samadhi. Hann vitund og verður áfram vitund. Hvert ætti hann svo sem að fara? Bálför manns líkama, kjöt í gera og freka, eins og bálför Baldurs aðeins punktur á ferli því menn eiga ótal æviskeið og ótal sinnum dvöl hjá okkar yndislegu helju. Þetta bláa á myndinni heljartvöl, dúllurnar æviskeið. Mennirnir lifa og rærast í börnum loka, eru illir og vitlausir og fóðra fenri, hverfa ströndum og dvelja hjá helju, finna jörmungand og þeysa himinn. Að nýsast niður í eigin vitund, glaðheima, með því að fremja valkyrju, dá frá hugsunum, dvínun hugastarfsemi, útvíkkun hugans og leiðir til kyrðar, orku og gleði.
Kyrðin orkuhlaðna handa öllum lifandi mönnum. Menn iðka dvínun til að bæta sitt líf og sína heilsu og gera langanir sínar háleitar. Þá fá líka langanir manna byr frá náttúrunni. Tækni, laðar heyrn, sóast. En dauður þegar fyrirtækið líkami lagt niður í heilu lagi, tími kominn á það. Maður fer úr sínum yndislega búk þegar hann hentar ekki manns skuldu lengur. En auðvitað fara menn ekki neitt nema aðeins til heljar í sitt hvíldarskrepp. Valkyrja þjónar lifandi mönnum. Það að hnýsast niður ekki að fara neitt því ég fer aldrei frá sjálfum mér. Ég gefin sjálfum mér ekki tvennt. Ég og ég sjálfur eitt. Ég kem til sjálfs mín. Mannleg vitund eitt og eið sama og ginnungagap alheimsvitund. Veröldin aðeins hula yfir mannsins eigin vitund, plat sem glepur sín. Einherjar sjá í gegnum þessa hulu, hún þoka sem kallast Mæja, samskrít. Einherjar sjá í gegnum gunnana 3, eiginleika náttúru. Lifandi menn hnýsast niður, líkamsstarfsemin fer í samræmi tífatúna, allt hvílist og fyllist orku ginnungagaps. En þegar fyrirtækið lagt niður fá geri og freki umbúðirnar, kjöt, gungni, sem maðurinn bjóð sér til frá sínum getnaði. Það að hverfa ströndum að því ferðalagi að menn hafa skroppið í veröld lokið í bili. Það svona skrautleg uppákoma að skreppa í veröld. En margir þeir mennirnir sem veit ekki til hvers þeir voru að fæðast og hafa mistað þróun í heila ónýtta mannsæfi. Sumir bara fegnir að koma til heljar því þeir hafa lifað eitthvert helvíti á jörðu, slæma skuld sína og hafa ekki getað fótað sig í eigin vitund. Vantar nýsta. Himnaríki og helvíti aðeins í jarðlífi manna, lifandi manna skuld á jörðu. Menn búa það allt til sjálfir, helber klaufaskapur og vanþekking. Menn geta breytt sínu helvíti í himnaríki ef þeir vilja, hvenær sem þeir vilja. Menn verða vita til hvers þeir að fæðast og lifa, ekki bíða eftir að drepast. Menn hafa einnota búka, fjölmörg æviskeið og aðeins til eitt eilíft líf. Hér allt. Geirgarmur mjög fyrir gnipa helli, eftir vill hulinn hár hiti eða glaður eldur. Geia að syngja kyrja gala helgisöng, garmur af garma, hiti. En helja björt og köld. Mímir, hann minnið að við erum ginnungagap. Við missum sjónar á Mími, teljum Óðinn og Mími 2 goðsagnakalla í grafinu. Annar að láta augað veði fyrir minnið hvað við erum, hinn minni eitthvað sem við munum ekki lengur hvað Er það eitthvað sem skiptir máli? Hvers vegna teljum við eftir árhundraða gleymsku að við þurfum að muna? Óðinn og Mímir ekki neitt annar og hinn, þeir eru eitt, ekki tvennt. Heiðinni hagnýtt hverju manni hvern einasta dag ævinar, hagnýtt vísindi, nauðsyn nútímamönnum. Mímir nefnilega minnið hver við erum, smriti í dýpstu merkingu. Þetta það sem skiptir höfuðmáli. Í heimspeki fornri gnothísi átun, gríska, þekktu sjálfan þig. Abbab, ekki lítið speil og skoða búkin. Ekki fara í sálgreiningar og geðflækju meðferð. Óðinn, mannleg vitund, man að hún ginnungagap, alheimsvitund, að muna það Mímir. Ég verð ekki neitt tvennt þó ég muni eitthvað, það? Og nei, ég man nú að ég vitund eingöngu og ég sé að ég í raun eindin mikla, ginnungagap, ekkert annað. Minnið það gerir mig ekki að tvennu, heldur enn meir að einu. Pratnja aparedaha, vitsmurni mannana gera þau mistök að týna Mími, gleyma hver við erum í raun, lifa í skiptingunni eingöngu. Veröldin okkar að breytast núna í sattjúku, breytast í himnaríki á jörðu. Æ fleiri háþróuðu menn fæðast og þeir skilja strax á barnsaldri hver við erum. Menntunin má ekki vera eins og eitthvert nátttröll þegar háþróu börn fæðast. Þjóðarvitundin fer brátt að hækka mikið, þekkingin verður að vera til reiðu og með þekkingunni miklu hækkum við þjóðarvitundina. Smriti hér alminni, Mímir alminni. Við verðum sáka hinn sjáandi, hinn mikla gyðja vitundar þroska og þróunar.
Því við öll sóumst iðula og víjum okkur altær, syn okkar verður kát. Guðinn og Mímir eru þögn meðan mennirnir sjá ekki. Við verðum að vekja Guðinn í okkur. Mennirnir mega ekki gleyma hvað þeir eru. Skiptingin í Óðinn, hans minni Mími innan Óðins, hið þriðja símið, þráðinn, þáttinn milli þeirra, samgang þeirra, samband þeirra, það að ræða saman, er þríeind. Þetta þrennt gerir þá ekki að neinu öðru en eind. Óðinn, símið, Mímir, minnið, er eitt. Þegar við öðlumst Mímir sjáum við enn betur að við erum eind með því að muna hver við erum. Við erum grundvallar raunveruleikin, raunveran. Ginnungagap eindin er sjálfsvísandi, allt er innan hennar, ekkert annað er. Við getum endalaust talið upp skiptingu, en allt sem við höfum í veröld er aðeins ginnungagap, ekkert annað er. Allur þessi fjölbreytileiki er aðeins eindin. Mörg eru lög minnis, en Mímir er í smriti, sem mikilvægasta minni hver við erum. Minni eru þetta sýndar skipting eindar, eins og Óðinn forvitni vili löngun til að öðlast þekkingu og véi það sem finnst innan vitundar þekkingin, en áfram er þekkingin ein, innbyggð í ginnungagap sem er eitt. Samkalpa er einnig minni eins konar ætlun, torsamiði þeirra sem í helju dvelja, ósýnilegt í netunni, muna eftir að fæðast á ný til ætlunar sinnar, skuldar sinnar. En það sem rýfur vítarhing gjörða, áhrifa, minnisfræja, framkvæmdar, er Mímir, að öðlast Mími. Minnið að allir menn, allt í heimi, er ginnungagap. Menn þyrftu að stunda sitt gunnaleysi, víkka út huga í óendanleika, stunda samsviðstaknina til að sóast, vitund víkkar út í glaðheima, skilningurinn næst. Að velkjast í dætrum ránar án þess að skilja ægi er þreytandi jarðvist, algjört nýtingarleysi dýrmætrar mannsæfi. Til hvers að róa í áratugi án þess að vita hvert við erum að róa? Tívar, devata, höft og bönd, sútra, sími, tengja öldurnar ægi. Taflið er hreyfingin. Hér er öll þekkingin og býður mannana. Tífasjött, tefla teitir. Til eru nú vitundarvísindi. Vísindi eru skipulegt ferli til að öðlast þekkingu. Þegar ákveði ferli sem vísindamaðurinn setur af stað viljandi gefur ætíð og alltaf sömu niðurstöðu, sömu áhrif sem eru fyrirfram vituð af vísindamönnunum, telst ferli vísindalega sannað. Það getur verið frávikalaust. Tækni er til að nýta sönnuð vísindi til að gera sér lífið auðveldara, beita þekkingu til að ná eftirsóttu markmiði. Þeir sem vilja þróast hratt, vilja hraðferð í valhöll, beita samsviðstækninni, TM. Milljónum mannum allan heim nota TM-tæknina. Vísindin eru heild. Nærri því 700 rannsóknir, allt með jákvæða niðurstöðu liggja fyrir. Milljónir nútímamanna nota tæknina til að gera sér lífið yndislegra. TM, sitja hí. Samsviðstæknin gefur mönnunum meðbyr og náttúrunni, umhverfinu, frið. Auðvelt, náttúrulegt, eðli hugans, auðlært, en fíngert og þarf að lærast rétt og notast á réttan hátt. Með vísindunum sem við lærum, það er að við skiljum með kollinum okkar, gengur enn betur að skilja allt sem er. Til dæmis okkar skuld, hver hún er, hvers vegna hún er tilorðin, hvernig við tökum henni. Við gerum einnig rannsóknir innan vitundar, það er sjálfvirt, ekki trufla með hugsun og væntingum. Þegar menn eru orðnir einherjar í valhöllu er lífið leikur einn. Þeir taka skuldu sinni létt, þeir skilja og eru altærir og sjáandi á hvað veröld er. Markmið, barátta einherja, er að búa öllum mönnum gott líf, himnaríki hér. Völundakviða, þar voru hjá þeim áltarhamir þeirra, það voru valkyrjur. Valkyrju þjóna vitund, óðni. Hvernig þá? Við að komast í áskarð, í glaðheima vitundar. Valkyrja þjónar lifandi mönnum. Mikil gleði er að finna uppruna hugsunar, dýpsta svið hugans innan sín. Komast nærri eigin vitund, það eru glaðheimar. Fórn er það að færa til veislunar, gjöf sem maður kemur með. Við að fremja valkyrju fórnum við einstaklingsvitund, huga, hugsun. Færum sjálf okkur
til veislunar að ægis, eigin vitund. Vitund gefin vitund, ég gefin sjálfu mér, mér fórnað af sjálfu mér í sjálfan mig. Þetta svo mjög einfalt vegna þess að vitund og vitund eitt, ekki tvennt. Enginn segir okkur, skipar okkur að stunda valkyrju, við finnum það sjálf. Mannsins frjálsi vilji, urður, hans eigin dýrmæta eign. Við höfum þekkinguna aðgengilega hér sem menn finna hana. Þróaði menn byrja að skilja. Það loddfofnir, vilja bókvit. Þeir spyrja, þótt þeir skilja eftirvill ekki öll orðin, en þá haldnir ólæsi á dýpt þeirra og innsta fegursta inntak. En þeir að byrja að hafa áhuga á að eitthvað meira hlýtur að vera en það sem skilningavitin færa huganum. Vegna þróuðu barnana sem fæðast og allra manna á jörðu þarf þekkingin að vera aðgengileg á hverjum tíma, útskýrð og skilin. Tæknin aðgengileg öllum, svo allir geti fengið reynslu af sinni tæru vitund. Ekki hætt á því að grófur menn brenni þekkinguna, því hún óbrennanleg. Það hefur verið reynt, en tekst aldrei. Vopn fá eigi á hana bitið og aldrei tekst að uppræta hana. Margir kalla ginnungagap undur, og undur það þeim sem ekki skilja enn. Ennþá meira og fegura undur þegar skilningurinn Við erum þetta undur. Ungnir valkyrjunar, vopn vitundar, fíngert hljóð sem heyrnin laðast að og heyrnin færir huganu það. Skilningavitin gera svoleiðis. Hugurinn verður hugfanginn, í hangi á vinkameiði og sekkur af eigin náttúru sinni. Nirvana að sóast, nirvata, logn fara. Ekkert veraldlegt loðir við hinn uppljómaða mann, eins og að skvetta vatn á gæs, en gandur gæs samanber gandreið. Okkar fjaðurhamur guðlegur, sem úr gulli eða silfri sé. Fullkomlega vass og vindheldur, en ósýnulegur og laufléttur. Eins og álfar eru elfur, rásir inn á við, álfur ált samstofna, í þau dýrmæti og gersemi sem þeir geyma í okkar innri álfhól. En allt stækkar og víkkar og verður bjartara eftir því sem við komum innar. Við förum fyrst inn í lítinn hól og innar af honum annar stærri, en innar af þeim eru fleiri, enn víðari, bjartari og enn glaðari. Þannig einnig áltarhamurinn tákn þann mann sem svífur nú í albirtu í heimingemi vitundar. Nú verða hugsanir, gjörðir og orðmannana tírétt. Lífið verður í þundarflæði. Gersemar álfana eru að finna þetta flæði. Gersemi hið fullkomna. Hér vín valföðurs, vín Jesú. Hér bjart og vítt og fagurt mannlíf. Við finnum hér hnoss þá dýrmætu gyðju, dóttur sköpunargyðjunar. Rætur asksins draga lífskraftin upp í líf í veröld. Það sér Óðinn í Mímis brunni. Mangi veit af hversu rótum rennur. Það sér auga okkar nú. Askur og embla draga líka lífskraftin sinn upp í lífið eins og askurinn. Því valkyrjan fættist leið og maðurinn. Hún okkar gæfa, eitt nauðsynlegt. Hún hér handa okkur til þess að við náum í lífskraftin okkar. Án sinnar valkyrju, án valkyrju gjörnings síns, vistnar maðurinn. Allt í mannsins líkama eins og alheimurinn. Við erum í sömu mynd og hann. Reglan og samræmið fyrir hendi í ginnungagapi, rán í ægi. En það allt óskapað, aðeins möguleikar alls. Við sköpum okkur úr þessari reglu. Þar við erum ginnungagap, þar sem allir möguleikar eru fyrir hendi, sköpum við okkur alheim og okkur sjálf í sömu mynd og hann Frjálsvilji, urður mannana, óendanlegir möguleikar ginnungagaps. Við ráðum því hvernig veröld við gerum. Vitundarvísindi forfeður okkar
fegurð þekkingarinnar og nauðsyn hennar. Dauðinn er ekki til, dvöl í helju, nýsast niður, finna mými